Að vera með fársveitina smá jólaköku. Ég væri til í smá með kaffi. Og eina síkó. Ekki. Ég veit ekki. Það erfitt. Mikið til af í dag? Veitu hvað það segir þú? Það er svo mikið til á öllu í dag. Í gamla daga komu brauð einu sinni í viku í búðina og þá voru allir búin að panta sér brauð sko. Sóttu bara sína pöntun. Svo var ekkert meira að fyrir það. Nei, það var líka, þegar þú vissir ekkert að það var til betra. Þú vissir kannski að það var 4-5 hlutir betri sem þú gafst ekki náði og hvað sætti við það? Já, líka bara sko, konurnar voru heima, það var baka. Konurnar þurfa að fara heima aftur og baka, hugsa börnin sín. Það lagast mjög mikið inn í hugfélaginu. Já. Það myndi maður ekki vera samvikið þetta, þegar ég var að segja. Sko, það breyttist allt lífið þegar konan fór út. breytist. Já, það breyttist mjög mikið. Sveitafélagið fór alveg bönniðinn. Já. Og ég veist Það. það breyttist bara allt. En ég veit ekki hvort það er sniðugt sko að negla konurnar við vaskinn, ég veit það ekki. Þetta var svona heima. Já. Mamma var bara heima og bakaði og... En er þetta ekki bara líka... Mamma er alltaf heima. Já, þetta er líka... Þetta er ekki líka spurningum... Við erum að þróast bara. Við erum að þróast með tækni og upplýsingu. Og konan vill fá meira frelsi og við þurfum að hlusta á það. Þetta er oft líka bara svona gömlu norðum sem er í tíma. Það gerir þetta hektist sko. Ég veit það ekki. Ég vil bara segja hvaða áhrif þetta hefur. Nei, nákvæmlega sko. Já. Og alveg eins og ég var að segja, það var þetta með hinn, hún, hann, hinn, hud, það, þeir. Þú veist, krakkarnir eru svo ringlegar, það eru svo mörg kynhlutur í kringu þau. Það má allt og út með gráskeggjaðan kall og niður sem eru gúti. Já. En þú sér það eins og mamma, hún hafði aldrei peninga, aldrei. Þú lóti bara keipa inn á Aldrei. Ef það var keypt eitthvað, þá keypti pabbi það. Og ég man alltaf eftir því að hann hafði svona til að gleyma hlutum. Þegar hann mátti að kaupa eitthvað. Og tók hann alltaf giftingarhringinn og færði yfir á hina hendina. Já, ok. Hjátrúið.
Nei, bara til að muna. Það þurfti að muna eitthvað? Já. Hann farið að ringi niður. Það er svona, þegar hann sá það, já, alveg rétt. Síðan farið bara í Hagkaup, já, og veslaði inn. Hún var aldrei með krónur, hann var alltaf. Já, mikið veist. Já. Og hann var svo sérstakur. Hann þurfti alltaf að eiga upp á stungurna sjálfur. Maður ætti að líta sjónvarpingum. Já, það? Leist ekki það? Við áttum svona svarthvít svo í tréskáp, plötuspilar undir. Já. Og allir líta sjónvarpingum, maður var svona að velja honum. Þetta er ekki fínt, þetta er sjónvarp. Þú sér sjónvarpið. Já. Og síðan var maður hættur að spáði. Þetta var bara ok. Sem bara einn góður þetta að þú mæti gamli og var inn í heimilistæki. Það var ekkert keypt, bara eitthvað lítið litasjónvarp. Hann keypti það stærsta og flottasta í búðinni. Já. Það var bara honum dappaði í hug. Já. En þetta er líka, talandi þetta, þá er þetta líka, þetta er dominans oft í svona, sem kallar geta gripið í sig og svona. Já. Bara þetta verður að koma frá mér. Já. Þetta var náttúrulega svo ríkjandi þá, sko. Já. Þetta er gjörbreyst. Það komið að rauðu bara ekkert að segja, sko. Það var ekkert hlustað á þér. Og ef þessu öðru var sniðum, þá tóku þeir það og regnuðu sér. Gengur þetta helviti sköflingur hjá okkur? Einu sekúnd. Já. Og bara... Let's go. Þetta ekki bara? Jú. Ég er bara að elda ykkur á mínum. Þannig að það er að elda á kameru. Dokumentir þetta svo